buxur, vesti, brók og skó, bætta sokka nýta, húfu, tetur, hálsklút þó, háreyksana hvíta. Þeir bakkabræður Gísla, Eiríki og Helga hafði verið sagt að það væri ósköp hollt fyrir þá að fara endrum og sinnum í heitar fótlegar. En af því jafnan var lítið eldi við hjá þeim, tímdu þeir ekki að hita vatn til þess. Ó, en gaman, heit fótar á engar krónur. Já, förum í fótabað. Einu sinni vildi svo vel til að þeir rákust á heita laug á ferð sinni. Nú hugsuðu þeir sér gott til bráðarinnar að þeir skyldu fá sér heitar fótlegar fyrir ekki neitt. Tóku því af sér skó og sokka og settust hver hjá öðrum í kringum laugina og hafðu fæturna ofan í. Þegar þeir fóru að gæta að þekkti enginn þeirra sína fætur frá hinum. Hvar er fóturinn minn? Ég veit það ekki. Hvar er fóturinn minn? Hvar er fóturinn minn? Bræðurnir voru alveg ráðþrota. Þeir þorðu ekki að hreyfa sig því þeir vissu ekki nema þeir kynnu að ruglast og taka hvers annars fætur og sátu svona þangað til þar bara ferðanna. Góði maður, geturðu komið að hjálpa okkur? Við vitum ekki hver á hvaða fót. Góði maður, geturðu komið að hjálpa okkur? Við vitum ekki hver á hvaða fót. Góði maður, geturðu hjálpaði okkur? Við vitum ekki hver á hvaða fót. Alveg sjálfsagt. Á, þetta er minn fótur. Á, þetta er minn fótur. Yey!
mér frétt, finnst mér það rétt að fljúgum sem lengst, bergmálum víðan völl, yfir vötn, haf og reginfjöll og til eyrna hvers manns henni býður í dans. Mig rennir í grun að geri fólk mun, þegi sumt og ef tíðindum tryggða ró, telur það vera einum persónuleg, má það fara sinn veg. Hvorki trúnað né tryggð, tel vera dyggð, heyra ósköpin öll, álfar og tröll. Sá draumur farinn hjá, ég dvaldi löngum stundum við skraf í kjöltu á kjalneskri mey. Næturnar ég nefndi, nafn eitt ég hraun, liðnar hjá en nafnið lifir, það lifir. Glæsilegt atriði hjá okkur, en nú ætlar við minnst að tala nútíma mál. Skjánotkun ungt fólk orðið vandamál og ungt fólk virðir ekki lengur aldurstakmörkin í öppum. Enskusettur í máli eru oft að verða algengari og við unga fólkið notum enskuslettur í tungumáli af því við finnum ekki íslensku orðið. Eða vegna þess að við rugglumst. Svo heyrum við stundum enskuna oftar en íslenskuna. Já, og fyrirmyndir okkar hafa mikil áhrif á hvernig við tölum. Jæja, nú erum við búin að blaðra nóg, komum okkur að gang. Já, hættum þessu fræðri og byrjum þetta nú. Fylgist vel með, því þið gæti kannski séð okkur einhvern tímann aftur upp á sviði. Hér kemur atriði miðstig. Gjörðu svo vel. Með þessum gæja í He's All That. Æ, googlum það bara. Já, hann er sætur líka. Svolítið Smári. Finnst þér hann sætur? Nei, ég var bara að segja, come on, please ekki segja neinum. Oh my god!
come on, hættum að tala þetta. Hei, Addis er að posta. Hvað var hún að posta? Hún er ólétt og hún er að dansa flottan dans, sjáu þið. You gotta do is move your legs and your hands. I'm a real party man. Watch me do my dance. I'ma whip then down. Pipe it up then stab. I'ma bring it back down. We gon' turn it back round. Ég er svo góð í þessu. Já, algjörlega. Róa sig, þetta er engin keppni. Verið slakar, stelpur. Við ætlum að vita að ég er bestur í þessu. Sjáu þetta. Doing this not style. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman. Bring it glamour back, keep it real in the way I feel. I could walk you down the aisle. I wanna do you like Michael. I wanna kiss you like. Hei krakkar, hvað er frétta? Æ, mamma, við erum bara aðeins að sína. Er hún í alvörunni að reyna að gera þetta? Megi alveg ná sig. Já, einmitt alveg að ná þessu. Krakkar, come on. Hvernig dyrfist ykkur á mig að allagi? Allagi? Hvað þýðir það? Hún er eina af þessu gömlu liði sem skilur ekki hvernig við tölum. Það er greinilega einhvers konar fornmál. Æ, googlum þetta bara. Orðið atlagi, að gera sér atlagi, gera sér fífli, gera sér aðhlátursefni. What? Það meikar ekki sens, hvað þýðir það? Ég skil, joke. Hún er að meina að við eigum ekki að grínast hvernig hún dansar. Það er allavega að reyna. Oh my god. Hvernig er hægt að tala svona skrítið? Ég held að það væri bara afar og ömmur sem töluðu svona. Fólk talar svona ennþá. Já, ok. Ég skil sko alls ekki allt sem þau segja. Brosir bara og segir já af og til. Fólk talar svona ennþá. Þú bara skilur þetta ekki. Þú hlýtur að hlusta meira íslenskt tal til að skilja þetta. Æ, ég nenni ekki að spá í þessu. Sjá, það komið nýtt TikTok. Við prófa það. The sun goes down on my side of town. That lonesome feeling comes to my door. The whole world turns. Nú tökum við síminn ykkur, þið skulum fara út að leika ykkur. Nei! Stoppu! Aldrei. Ó, hvað þetta er ótrúlega ánferð. Ég veit, hrikalega ósanngjarnt. Hvað eigum við eiginlega að gera? Hei, ég veit hvað við gerum. Fáum strákan í æði til að græja þetta. Eru svo æði. En hvernig? Hún tók símann okkar. Krakkar, ég gaf hana Nokia því ég var lítill. Kannski virkar hann ennþá. What? Nokia? Svona takkasími. Hættu Blærinn að laga þetta. Ég veit númer hjá Patriki. Þeir koma! Ég er fegurðardrottning, rosi gegnum tárin. Ég er fegurðardrottning, grætur gleði. Hey kids, hvað er að frétta? Mamma Smára tók símann okkar og okkur finnst það ógeðslega ósanngjarnt. Getið talað við hann og sagt henni að skila símanum okkar. Já, vinur minn var að senda mig very important snap og ég var ekki með að sjá það. Oh my god. Ertu ekki að djóka? How dare she? Þetta er ótrúlega last season. Já, ég veit. Ógeðslega glötuð. Ég held, amma og afi sko er live á Insta núna. Ég má alls ekki missa því. Ég myndi sko örugglega deyja. Það sem ég lag þetta. It will blow your minds. Oh my god. Það er svo geggjað. Bassi, ég verð að fá að syngja með. Það er must. Ég býði við lengdum hæfileikum á frönd. Nei, þetta verður
með sóló, við erum alveg listamönnum. Hei strákar, haldið fókis, ætla að hjálpa okkur með þetta símamál eða hvað? Já, sko, jú mom, skilaði símanum gaman, þetta er bara old fashion að láta svona. Nei, og reyndar það almennilega íslensku. Það er búið að setja reglur varðandi þessi nútíma upp. Og það er best að ég stýri símanotkuninni. Gerðu það, please, það er ekkert annað að gera hérna. Mamma, come on! Ekki láta sem eru framan alltaf. Hvað, treystir okkur ekki? Við kunnum alveg að passa okkur. Já það, þið liggið í símanum allan daginn. Og þetta eru fyrirmyndir ykkar. Og einhver lið á TikTok og Snapchat. Svo þau ekki gera alls konar vitleysu. Hvernig ætli þið að læra að hugsa sjálf? Wow, mamma, this hurts. Hvernig ætli að tala og skilja íslenskt mál eða eina sem þið horfið og hlustið á er á ensku? Hei gamli, svo ekki fer. Krakkar í dag ætti ekki að þurfa að hlusta á okkur gamla liðið. Það ætti bara að senda ykkur á heimili fyrir old people svo þið þurfi ekki að hlusta á okkur. Fólk þar kann nú alltaf að tala almennilega íslensku. Þetta er náttúrulega bara glata stöf. Þetta kakkar bara uppreis or something. Wow, þetta er nú ekki alveg svona alvarlegt, það krakkar? Mér langar nú að vera með fótum mínum aðeins lengur. Sko, ég bý algjörlega on my own. Það er bara mjög næs. Nefnum að stundum hafa ég lonely. Hey guys, ég kom með lag. Jó, ég var svimma þegar þú tekur síman. So true. Látið ekki segja mér í verkum. Oh my god, ég fór bara að svima öllum þessum látum. Þetta er svo ekki cool. Oh my god. Heyrði, þetta er bara komið gott. Getum við ekki please fundið sameiginlega lausn? Hvað segir þið krakkar? Jú, kannski, en ég er samt sammála strákunum. Já, og við getum... Ég nenni ekki alltaf ég vil ekki missa síman, en ég nenni samt ekki alltaf að vera með hann. What? Oh my god! Hvað leggið þú til? Við getum allavega vanda málfærið, ég meina ekki sletta ensku og íslenskuna. Allavega ekki verið fram með ykkur gamla fólk. Já, og við getum haft ákveðin tíma fyrir síman okkar og svo gert eitthvað annað í staðinn. Svo er alltaf hægt að lesa bækur. Úff, lesa bækur, ég er nú eiginlega ekkert góð í því. Hljóðbækur eru málið, ekki mál að hlusta. Hlustast þig í bílum. Má nefnilega ekki nota síman þar. Ég er bara áhyggjur af ykkur krakkarnir. Það er svo mikilvægt að halda í sjálfstæða hugsun og ekki láta mata sig og passa upp á þunguminn okkar. Ok, ég meina allt er læg við skulum taka ykkur á. Eigum við ekki bara að sækja í símanum? Jú, endilega! Já, please! Sjáu, það kom nýtt TikTok, við slumum prófa það. Býtu, wow, ég verð svo mikið að fá að vera með í þessu. Oh my god, ég líka. Ég er bestur í þessu. Skráingar athug og sendir. Ég veit að kemur eigin sendir. En það er margt sem að bendir til þess að guðið minn sé kvendir. Hún er góða, baby. En hey, hvað ætlar þú að gera í því? Hey, hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman. Mér er alveg sama hvað bara það er gaman. Svífum saman eins og poppis á hlífinni. Bróðlendur þegar týnist í hlífinni. Fljúum saman eins og Dumbo á eyrunum. Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra. Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra. Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra. Dansum eins og hálfið dag. Miklu betra að missa sig en missa það. Hristum okkur sig í takt. Og allir tínum kúlinu þá sorry með það. Ef að þú vilt dansa eins og drottningin í draginum máttu það. Ef að þú vilt dansa eins og fiðlarinn á þakinu máttu það. Og ef að þú vilt bara
sofa dilla þér með laginu máttu það. En ef að þú vilt dansa eins og famaður í fæinu máttu það. Dansum eins og hálfvitar. Miklu betra að missa sig en missa það. Hristum okkur sig í takt. Og ef við tínum kúlinu þá sorry með það. Ég aldrei minnisskiptanlegur. Ég veit að kemur betra veður. Sést allt hnattræna leður. Hún ekki voru á veður. En hey, 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 hvað ætlar þú að gera í því? Hey, 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 hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman. Mér alveg sama hvað bara það gaman. Svífum saman eins og poppis á hlífinni. Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni. Fljúum saman eins og Dumbo á eyrunum. Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Dansum eins og hálfvitar. Miklu betra að missa sig en missa það. Hristum okkur sig í takt. Og ef við tínum kúlinu þá sorry með það. Skrá engar athugasemdir. Ég veit að kemur ei heimsendir. En það margt sem bendir til þess að guðin minn sé kvendir. Hún kona, baby. En hey, 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 hvað ætlar þú að gera í því? Hey, 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 hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman. Mér alveg sama hvað bara það gaman. Svífum saman eins og poppis á hlífinni. Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni. Fljúum saman eins og Dumbo á eyrunum. Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Dansum eins og hálfvitar. Miklu betra að missa sig en missa það. Hristum okkur sig í takt. Og ef við tínum kúlinu þá sorry með það. Ef að þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu það. Ef að þú vilt dansa eins og fiðlarinn á þakinu máttu það. Og ef að þú vilt bara sofa dilla þér með laginu máttu það. En ef að þú vilt dansa eins og famaður í fæinu máttu það. Dansum eins og hálfvitar. Miklu betra að missa sig en missa það. Hristum okkur sig í takt. Og ef við tínum kúlinu þá sorry með það. Dansum eins og hálfvitar. Miklu betra að missa sig en missa það. Hristum okkur sig í takt. Og ef við tínum kúlinu þá sorry með það. Líður eins og frika árið 2012. Skelli mér niður á gólf. Basta. Líður eins og frika árið 2012. Skelli mér niður á gólf. Basta.
Líður eins og frika árið 2012. Skelli mér niður á gólf. Basta á. Líður eins og frika árið 2012. Skelli mér niður á gólf. Basta á. Líður eins og frika árið 2012. Skelli mér niður á gólf. Basta á. Ekki miðstig, rosalega var það flott hjá okkur. Já, það voru að segja, leggið þið nöfnin á minnið, kæra fólk. Því að það er eina stjörnur framtíðar. Já, ok. Já, einmitt, talandi um framtíðina. Nú er nefnilega komið á unglingastiginu að stíga á svið. Þeir ætla nefnilega að sýna okkur íslenskunni svo þið sjá hana fyrir sér í framtíðinni. Einmitt, búið okkur undir ferðalagi í tíman og í rúmi. Þú sagði rúmi. Við bjóðum unglingastigið hjartanlega velkomin á svið. Gjörið svo vel! Nei, blessaðileg. Já, sæll vertu. Nei, ertu búin að byggja geimskip? Getum við farið til tunglsins? Eins og Neil Armstrong í gamla dag. Eitt lítið skref fyrir mann en risastökk fyrir mannkyn. Nei, ekki alveg. Eiginlega miklu betra en geimskip. Þetta er nefnilega tímavél. Nú, hvað segir þið? Já, þetta tók svo lítinn tíma, en hún virkar og ég er búin að prófa að fara til framtíðinnar. Ég er svo aldeilis, þetta er geggjað. Má ekki bara bjóða þér með í ferð til framtíðinnar. Getur kannski séð hvernig fer fyrir IBÖ og fleira skemmtilegt. Og kannski annað aðeins minna skemmtilegt. Nefnir hugsa, já. Herðu, kíkjum til ársins 2111 og sjáum hvað er að gerast á Íslandi þá. Jó, dude! Já, hvað, Pablo? Liðið mitt var að komast í meistaradeildina. Jói, það? Vá, hvaða lið er það? Það er IBÖ, Sprengd englar. Fylgist þið ekki með það? Ó, já! IBÖ! Já! Æ, ég nenni ekkert að fylgjast með fótboltanum. Þú veist að ég er bara í körfunni, maður. Þú ert bonus case, maður. Það er ekkert skrítið að pabbi þinn yfirgaði. Pabbi fór bara að kaupa mjólk fyrir nokkrum vikum. Það er ekkert óeðlilegt. Stundum við fólk bara svona lengi að kaupa mjólk. Nei, hann fór út frá þér af því þú veist ekki um IBÖ. Dude, þið náðu henni meistaradeildina og það fer fram hjá þér. Champions League. Wow, imagine sold free dog, cat milk, knock knock. Who's there? Not your dad.
Æ, akkur ertu að minnast á pabba? Þú ert bara að bullja mig. Hann pabbi kemur aftur, sjáðu til, ég veit það. Ég óskaði þessi jólagjöf, sko, það er númer 1 á jólagjafalistanum mínum. Hann kemur aftur, hann pabbi minn. Hann kemur aftur, pabbi! Pabbi! Mamma! Hann Pablo Sancho var að bullja mig. Býtu, hvað ertu að segja? Hann sagði að pabbi hefði farið bara út af mér. Bara út af ég vissi ekki að IBU var komið í meistaradeildina. Býtu, vissirðu það ekki? Nei, hvernig átti ég að vita það? Ég vissi að hefði ekki átt að ætla þig. Er ég ætlaður? Hvað ætlar að svara þessu? Nei. Já, ég ætla aðeins að skreppa. Hvert? Að kaupa mjólk, eins og pabbi. Ok, hann getur keypt nammi, please. Ef hún kemur aftur, ég vil ekki hafa miklar áhyggjur af því. Ég skil ekki. Ég ætti að fara að drífa mig. Sjáumst í næsta lífi. En amma, ekki fara. Mamma. Amma, hvað erstu? Mamma. Já, ok. Þarna erstu, pabbi. Já, ok, það er bara svona dálítið sorglegt. Já, ekki bara fara aðeins lengra fram í tíman og sjá hvað gerist? Jú, hvað segir með árið 2300? Já, til það. Já, það var mjög betur þegar tónlist og persónulega saman að fólki á holdi og blóði en ekki vélmenni. Já, og hún included texta sem yfirrýmar Oh, þvílíkt wonderful. Hvað þetta var skemmtilegt. Oh my god, það er langt sinns ég sé svona. Þetta ekki að kidda? Ég held að ömmu hafa alla ættu at least eina svona. Jesus Kristur. Nei, það er ekki allir svona fossilstöf. Þessi er bara bók, Já, veistu hvaða long since það voru printuð? Það var nú bara fyrir cirka svona 200 years. Já, eins og heyri hefur íslenskan aðeins vikið fyrir ensku og fólk þekkir ekki lengur bækur. Já,
En er það ekki nú þegar að spyrja hjá okkur 2021, er það ekki? Jú, en það nú auðvitað eðlilegt að tungumál þróist og breytist, það ekki? Jú, auðvitað. Það svo alltaf spurning hvort við getum stoppað eðlilega þróun. This bók heitir Harry Potter. Hún var greinilega mjög populár fyrir svona 300 år síðan. Dude, can you still lesa? What do you think? Auðvitað ekki, bara einhverjir nördar kann lesa. Ég fæ alla mína information gegnum pluggið. Já, ég ætla aðeins að fá að útskýra. Pluggið er tæki sem allir nota á 24. öldinni. Það er beint tengt í heil fólks og virkar þannig að fólkið þarf bara að hugsa það sem það vill fræðast Og pluggið bara pluggar upplýsingum beint inn í heila þeirra. Áhugavert. Eiginlega hálf óhugnalegt. Já, svona þetta. En hvert viltu fara næst? Til ársins 3000. Já, skal gert. En hér ekkert að sjá. Ha? Það var ekki þannig seinast þegar ég kom hingað. Ekki skrítið. Við fórum til ársins 30.000, ekki 3.000 eins og við ætlum. En hvað er þú sem 1-0 á milli vina? Tja, 0 er ekki neitt. Svona eins og útsinni hér. Já, sælir, ef eitthvað að ræða það. Hér er ekkert líf og hitum. Þetta er eins og í örbylgjónni. Já, en bökkum förum til ársins 3000. En nú eru allan á réttu róli. Já, velkomin til ársins 3000. Já, hér er ýmislegt og öðru sem við þekkjum það í dag. Krakkarnir eru með sérkennara fyrir sig. Ha, læra þau þá ekkert? Jú. En finnst þér ekki skrítið hvernig þið búið til fljótandi geimkúlu? Jú, furðulegt. Já, mér sýnist þarna að vera stelpa undirbúa sig fyrir skóladaginn. En hún virðist ekki svakalega spennt. Eða, hvað heldur þú? Ekkert svo. Já, förum nú og kíkjum í þessa skólakennslustofu. Geimkennslustofu. Maria, are you there? We need to go to Dönsku. Yeah, sorry, I was looking at the gluggi. You want to go and meet your friends? Yeah, I miss it down there. It has been 5 dagar. Last time was mjög slæmt for me. Embarrassing to say the least. Ég veit, but you need to sleppa öllu drama now. Because you know, this is just a regular skóladag. Ég veit, but why do we need to go to skóli when we literally have a computer í hausnum okkar? Það bara stupid because we know everything. Ég veit, but you need to vita það in your head. Because they will take it out when you're 20 ára and you have to learn. Já, en hvað if I don't want to? Let's go to Dansk. Hvað voru þau að tala og hverjir eru þeir? Ég held með einhvern sem ræður yfir jörðinni. Ha, ræður einhverju allir í jörðinni? Já, hann heitir Donald Trump hinn 4. Hann fær nafn forföður síns og greinilega lítið skárri en sá 1. Vísindamenn segja að þau hafa bara eftir 30 ára af súrefnisforða. Það er óhugnalegt maður, en hefur ekkert orðið úr áformunum að flytja til Mars? Jú, menn halda mögulega gæti bjarga einhverjum í nokkur ár. En sjáðu, nú er María að láta sig síga aftur til jarðar. Hún þarf að fara í geimbúring til að ganga á jörðinni? Já, það er svo þungt loft þar og líka mjög heitt þar. Hi, stelpur. I'm coming down. Is Vector þarna? I really want to see him. Já, ég þarna. He's walking his fiskur. Yeah, his fiskur is so cute. What kind of fiskur? Eins og hann kan hlusta um skýrast
Vector, how are you and Cheetah's doing? Við erum geggjaðir. See, that's a new word. Ég like it a lot. Let me try to say it. Geggjað, oh my god. It's okay. It only took me 2567 skipti to get it right. Vá, hvað þetta fólk er spesmaður. Það er bara á heim í geimkúlum og virðist ekki tala við neitt. Já, segðu. Síðan er bara einn kennar á hvern krakka. Og það sem verra er, þeir eru ennþá að kenna dönsku. Æ, því líka meistarann í framtíðinu. Já, en hættum að velta upp þessu dönsku kjaftæði og förum til ársins 3200. Hvað gerðist hér? Hér er bara allt í útdauð. Af hverju þessi póki hana? Æ, ég veist ekki hvað plast er lengi að brotna niður. Æjú, þetta er ömurlegt. Bíddu, ég sé eitthvað. Ha? Hvar? Nei, ert ekki að djóka. Hvað? Þetta er Elísabet Englandsdrottning. Ha? Hvernig er hún ennþá lifandi? Hún stendur bara hana. Þetta er hún. Good afternoon, gentlemen. Hæ? Spur hana hvernig hún ennþá lifandi. Sorry for asking, but how are you still alive? Oh, darling, you know I will be the queen for as long as the universe will exist. Úff, hvert er heimurinn kominn? Ekki að fara aftur heim til 2021? Jú, drífum okkur. Ég held að tímanum sé biluð. Biluð? Hún er ónýt. Það er kannski bara gott. Með við það sem við vitum, má spyrja sig, er þetta í lagi? Jörðin er nánast ónýt, fólk týnt í tækjunum og að halla mikið íslenskuna. Er ekki eitthvað sem við getum gert? Jú, það er sko ýmislegt sem við getum gert. Þessi framtíð sem við sáum er með við óbreytt ástand, en því má vel breyta. Já, ef við stöndum saman og hjálpum stað. Já, og vanda okkur við umhverfismálin og uppeldi barnanna og bara námið. Við samskiptin tæknina og bara lífið allt. Já, eins og Neil Armstrong sagði. Lítið skref fyrir sekund mann, en risastökk fyrir mannkynið. Það sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Farðu í friði, vinur minn kær, faðirinn mun þig
fyrir að horfa, kæru gestir. Það var gott að þið komið. Já, takk fyrir að horfa á árshátíðina okkar 2021. Og bara sjáumst á næstan. Ekki vera innan fyrir bandið. Takk fyrir.